Engi erfiður leikur á móti Ísrael, fínn fyrri hálfleikur en einhvern veginn seinni hálfleikur ekki að gera sig. Hvað veldur? Það var bara algjör viðsnúningur, 33-39 þegar var eitthvað lítið eftir að fyrri hálfleik. Frábær fyrri hálfleikur, bara Frikki búinn að vera flottur og bara liðið í heild. Bæði að spila bara góða vörn og vorum að opna það og sækja það. Svo hittum við ekki góðum skotum til þess að ná þessu niður í 3 stig hérna í tvígang og þeir refsa komið 3 og það var bara svo liðið bara að bognaði þann tíma. Förum inn 48-33 í hálfleik og svo bara erum við bara að horfa undir sólana á þeim í þriðja hálfleik. Þeir mættu alveg þvílíkum krafti og sýndu styrk sína á þeim kafla meðan að við vorum ekki bara með meðvitund og því miður að þá tóku þeir 44 kafla sem það þarf ekkert að spila leikslökum en fyrir hálfleikur eins og sagði hann var mjög fínn og sýndi bara svona hvaða leikmenn geta en menn þurfa að vera andlega sterkari til þess að halda einbeitingu og á móti svona góðu liðum sem að refsa leið og gera mistök. Þú varst bara með 8 menn á skýrslu í dag. Hver er staðan á hópnum? Já, við ákváðum að hvíla Ástór, hann fekk, hann búinn að vera að eiga við támeiðsli í allan vetur og það var stigið allharkalega á tánáðunum á móti Tékkunum, þannig að við ákváðum að sjá hvernig það væri í uppbytuninni og hann var verkjaður og þannig að við ákváðum að hvíla, þannig að hann bættist í hóp þessara 3, Huga, Styrmis og Benoni og það er komið á hreint að Styrmir er algjörlega út, hann er komin í svona spelku hálfgert gifsi en hann verður ekkert með á mótinu meira en það er von að Benoni og Hugi gætu verið með á móti Noregi en Ástór verður með á móti Noregi. Eftir 3 töp í 3 fyrstu leikjunum þá var væntanlega markmiðið að komast í topp 8 farið. Eru menn búin að setja sér nýtt markmið? Já, það er klart mál. Við endursetjum bara markmið þegar einhver markmið dett út og við ætlum okkur að það er stórleikur á móti Noreg. Þeir stóðu sér vel á móti Bosníu, töpuðu einungis með 6 stigum fyrir þeim fyrir 20 dögum síðan og það er klart mál að við þurfum, þetta er lykilleikur fyrir okkur að skilja Noreg eftir fyrir neðan okkur og tryggja okkur inn í pakkan 9-16.